Hæ, Guðrún Nordal heiti ég og ég það sem kallaður andlegur miðill, orkutengill, heilari, en þetta nú allt titlar sem að kannski skipta í rauninni engu máli vegna þess að í heildina ég bara mannvera og ljósvera og titlar eiga það til að setja einhvern veginn vald yfir á einhver hlutverk. En það sem ég geri að tengja upp í alheimsvíddina, inn í alheimsvíddina, að því að sumir segja innra með okkur eru risastórar víddir og við séum alltaf að leita þeim fyrir utan okkur. En sem sagt innra með okkur eins og ég skilða það í gegnum að fara inn á við, þá getum við opnað og opnum upp í þessa risastóru vídd. Þar sem við hefum aðgang að meisturum og leiðbeinendum og andlegum og hópum af kærleika og ljósi, sköpun alls sem það að kalla þetta endalaust og kannski skiptir það nefnilega ekki máli, við hengjum okkur svo oft á nöfnin og hlutina. Tilfinningin bara svo að við finnum fyrir því þessari gífurlegu vellíðan og þessari mikla kærleika sem kemur þegar maður tengir sig þarna. Og ég hef þá skoðun að því meira sem við æfum okkur að vera til staðar í okkar jarðlega lífi, leið og við erum tengd í þessa andlegu heima, því meira jafnvægi fáum við og því meira bara því betra líf fáum við. Við upplifum það að vera heild. Margir sem ég hlusta á og heyri í og tengd við sem eru í alls konar svona hugleiðingum út allan heim, eru allir á þeirri skoðun meira og minna að allt sé að breytast í sambandi við þetta núna. Við erum í rauninni núna og það þessi 2012 orka sem fólk vil tala um. Við höfum aðgang núna að miklu stærra og meira möguleikum, miklu stærri möguleikum núna. Það það sem að koma. Það það að það miklu einfaldara fyrir fólk að tengja sig. Einhver sem búin að vera að æfa í 30 ár, 40 ár, hann kannski ekkert lengra komin en einhver sem byrjar bara á morgun. Vegna þess að hluturinn sá við erum öll svo misjöfn en samt erum við öll eins og við höfum aðgang að því sama. Það bara okkar að vilja opna fyrir því. Sumir hoppa inn í þetta jarðlíf með allt galopið og halda því opnu, en fæstir eru þannig. Flestir mæta og fljótlega lokast þeir af skilyrðingum sem lífið kallar yfir okkur. Og við tökum á okkur hlutverk, við ákveðum að við séum svona, við séum þetta. Við leyfum hræðslu, takmörkun og vanmætti að verða birtingamynd okkar. En við erum svo miklu meira. Við erum mögnuð, við erum risastórar magnaðar sálir, ljósorkur. Og ef við skildum bara hvað þetta var einfalt, þá væri náttúrulega kannski ekki tilgangur að vera hérna, ég veit það ekki. En ég veit að þetta ferðalag, að finna sjálfa sig, að fara inn á við og leita og tengja, magnað, æðislegt og skemmtilegt. Og það sem ég get gert, þegar ég tengi sem andlegu miðill, að fá leyfi hjá þeim sem ég vinn með, til þess að vera vitni, til þess að vera leiðsögumaður. Og þá tengi ég og ég byrja bara að vera í beinu sambandi eins og ég hafi kveikt á gemsanum mínum og ringt upp í alheimsvíddina og sagt góðan daginn, nú ætlum ég að tengja fyrir þennan. Og þá eru leiðbeinendur og meistarar þessara manneskju tilbúnir að miðla til þeirra manneskju, nákvæmlega þar sem hún stödd, það sem að virðist eiga að koma fyrir hvern og einn á réttum tíma. Síðan það undir okkur komið hvernig við vinnum úr því. Og mér finnst nú oft þetta stóra mikla afl, tala þetta eins og þetta sé augnablik og við gerum þetta 1, 2 og 3, þetta allt einfalt. Kannski út af því við erum ekki múin að fatta hvað við erum mögnuð og þá tekur þetta stundum aðeins lengri tíma að kveikja á allir þessum upplýsingum, en það byrja að vinna í okkur, það byrja að vinna í undirmeðvitundinni, það byrja að fara af stað og því meira sem þú opnar, því betur fer þér að líða. Þannig að það sem ég að gera hér 2012 að birta þá mynd sem ég manneskja, minni leið með mína punkta sem ég þarf að taka
enginn er fullkominn. Það að vera fullkominn er ekki til. Að vera ófullkominn, segja þeir, sé að vera fullkominn. Þannig ég tengi fyrir fólki gegnum netið, gegnum Skype eða síma og síðan ég að halda námskeið. Og það væri mér heiður að fá að vera tengill fyrir þig. Ef þú hefur áhuga og ef þú finnur í þínu hjarta að þetta er fyrir þig, þá hefur samband. Takk fyrir og bless.